Lárus, 5-2 tap á móti Keflavík í kvöld, bara hvernig líður eftir leikinn? Ekki vel. Hvað var það sem bara fór úrskeiðis hjá ykkur í dag? Hvað fór úrskeiðis? Mér fannst leikurinn vera bara í jafnvægi framan að fyrri hálfleik. Mér fannst við hættulegri heldur en þeir fram að fyrsta markinu. Mér fannst við halda boltanum miklu betur heldur en þeir fram að fyrsta markinu. Mér fannst við Klaufar að koma okkur ekki betri færi fram að fyrsta markinu. Svo fáum við þessi 2 mörk í andlitið hann með stuttum millibyrji, 2 skot fyrir utan teig. Það kom alveg ásjáanlegt högg á liðið okkar við það. Við áttum í smá vök að verjast eftir það fram að hálfleik. En einu færin sem þeir sköpuðu held ég, ef ég man það rétt, var eftir fyrst leikadri. Og svo hélt þetta bara áfram í seinni hálfleik. Þá vorum við að halda boltanum, þeir skoruðu úr aukaspyrnu fyrir utan teig, vítaspyrnu og svo skotið fyrir utan teig. Þeir fengu færi fyrir utan þetta, en það var mestmegnis allt úr fyrstu leikadriðum. Áhugjefni hvernig bara liðið bregst við því að fá þetta fyrsta mark á sig? Sko, ég meina að fá bara annað mark strax í andliti. Ég held að það hafi ekki að gera með fyrsta marki. Annað marki hafi ekkert að gera með fyrsta marki. Ég held að geti tekið bæði fyrsta og annað marki bara og greint þau og annað marki var mun verra hvað okkur varðar. Þar voru einhverju 4-5 spilarar sem voru ball watching þar og hann fær frískot fyrir utan. Fyrra markið var náttúrulega svona pínu happening. Auðvitað eru svolítið margirinn í teik með boltinn, bouncers fyrir hann og hann á bara ansi gott skot. Ég held að liðið hefði ekkert, ég held að ef það hefði fengið okkur 1 mark þá hefði ekki fengið þetta reaction. En það var alveg greinilegt að þetta fékk á liðið að fá sér 2 mörk í andlitið á svona stutta tíma og það hafði bara áhrif á leikinn. Bara seinni hálfleikurinn, það var alveg séns að komast aftur inn í þetta þannig, hvernig bara svona fannst þér liðið spila í seinni hálfleikunum? Sko, þetta rosalega erfitt með það að ég man ekki hvað var búið mikið að seinni hálfleikum þegar við erum komin 4-0 undir það. Þá raunverulega leikurinn bara þannig búið og allt sem gerist eftir það raunverulega kannski ekki marktækt að neinu leyti þannig að sé það hefur bara svo mikið áhrif hvernig staðan í leiknum er. Þessi mörk sem við fáum á okkur, það má skoða þau bara hvert fyrir sig en þeir, ef þú skoðar tölfræðina á big chances, þá held ég við séum með 5 og þeir með 1, samt töpuðu 5-2. Hvernig bara útskýrðu það? Ég útskýrði það að við erum ekki að taka færin okkar. Ég útskýrði það þannig að núna virðist allt vera að fara inn hjá okkur, þá meina ég ekki að markmannur okkur sé eitthvað slagur eða vörnir sé eitthvað slagur. Liðin eru markið sem við fengum á okkur á móti Káa, það var skot lengst utan um teig. Hérna eru að fá 3 skot utan um teig inn. Þannig að það er bara brekka núna, það er vindurinn beint í andliti hjá okkur núna og núna bara reynir á. Þetta verið samt einhvern veginn verið að gerast aftur og aftur og maður horfir á tölfræðina, þá eigið að vera miklu ofar í töflunni, horfir á tölfræði og hugsa bara hvernig þetta að gerast? Nei, sko, þú horfir bara leikina og þú sér hvað gerist í leikina og svo kíkjur á tölfræðinu bara til að sjá hvort þetta sé rétt það sem maður ert að sjá og tölfræðin styður alveg það sem maður er að horfa á og þetta er bara verkefni sem við þurfum að leysa. Við þurfum að vera grimmari þegar kemur að loka nikknum í sóknum okkar. Þegar kemur inn í teig þá þurfum við að vera grimmari, við þurfum að vera ákveðnir í færunum okkar og svo þurfum við að fara að loka fyrir þessi mörk sem við fáum okkur. Líður ennþá eins og þú sért bara rétti maðurinn í að leiða verkefni áfram? Já, mér líður þannig, alveg klárlega. Full trúa, komið 5 tapleikir í raun núna, bara full trúa að liðin á að rífa sig upp eftir þetta? Já, ég full trú því. Þetta, sko, ef þú ætlar að spyrja mig hvort ég held að sé komið pressa á mig eitthvað því líkt, þá er þetta starf þannig að leið þú stígur inn í þetta starf, þá finnur þú fyrir pressunni. Og það er mikil pressa að vera þjálfari í Skaman og þannig áðurlega að vera, þú finnur alveg fyrir það eru mikla væntingar innan bæjarins og þetta er stórt og mikið starf og það er pressa og hefur verið pressa alveg svo ég tók við starfinu. Hef ég áhyggjur að ég missi starfið? Alls ekki. Ég hef engar áhyggjur því ég er vakinn og sofinn yfir þessu og meðan ég er það með ég vinn eins hart að þessu öllu saman og ég get þá sef ég þessu unga barn á nóttinni og what will be will be. Þú varstu sérfræðingur í sjónvarpi áður en tókstu starfið. Hvað myndi sérfræðingurinn Lárus Orri segja lið Skagamanna í dag?
þeir eru alveg hrikalega ómnir. Svona bara framhaldið, kannski líka það stuðningsmenn í þeir voru bara ennþá að syngja hérna í Blálokin. Já, þeir eru mjög flottir og eru búin að vera mjög flottir allan þann tíma. Við vorum í brekkunni í fyrra og meðan gekk illa í fyrra, studdu okkur alla leið fram á lokum í fyrra og eru heldur betur að styðja baki á okkur núna þó að eins og ég segi við séum í brekku. Framhaldið, nú er markaðurinn opinn, eru þið að skoða markaðinn? Nei, við erum ekki að leita neinu en ef það kæmi eitthvað óvænt upp þá held ég að við myndum stökkva það en við erum ekki að leita neinu. Viktor Jóns á förum? Nei, það er ekki sjátt að fá svara því. Við hefum ekki verið að eitthvað var ég að heyra á því. Ég hef reynið að fylgjast með umfjöllunum kringu liðið, hef lítið náð að gera undanfarna vikur, hef búin að nóg að gera í öðru og en það var einhver sem það var einhver umfjöllun það að við varum að reyna að selja Viktor. Það er bara alls ekki þannig. Viktor er stór og mikil karakter í klefanum með okkur og mjög mikið af leikmaður fyrir lið og það er búið að vera harðbaráttu hjá honum og Markusi stöðuna frammi. Viktor byrjaði fram í dag og Viktor er ekki að vera neitt. Nú er það bara upp og áfram með það. Ekkert annað. Takk fyrir að láta þessu ganga vel.